Þú ert ellilífeyrisþegi og býrð einn, þá eru þetta 4 flokkar trygginga sem að skerðast með mismunandi hætti. Það mismunandi eftir því hvaða, ef þú ert með atvinnutekjur, skerðast þessi flokkar með einum hætti, ef þú ert með lífeyrissjóðstekjur með öðrum, fjármagnstekjur með öðrum. Þetta óskiljanlegt og hefur verið sagt íslenska almannatryggingakerfi, það eru 2 einstaklingar á Íslandi sem skilja það fullkomlega og þetta náttúrulega fáránlegt. Það ekki hægt að hafa það svona. En með kerfisbreytingunni sem við hefðum geta gert 2013 eftir einmitt langt samráðsferli sem að Árni Gunnarsson, fyrrverandi alþingismaður Alþýðuflokksins leiddi. Búið að fjalla þetta í 11 ár. Já, og hann náði að leiða þessa vinnu til lykta á sínum tíma og þá verið að sameina alla bótaflokka nema heimilisuppbótina fyrir þá sem að búa einir. Það verið að hætta krónu á móti krónuskerðingunum sem eru mjög ranglátar við þá sem hafa lægstu tekjurnar og það verið að afnema frítekjumörk og gera einsleita skerðingaprósentu.